Velkomin í morgun umferðina hérna frá Los Cristianos í Tenerife. Ég nenni ekki að eyða öllum deginum í sandölum á sundlaugarbakkanum og mín hugmynd gott frí líka að njóta það sem áætlunarstaðurinn hefur upp á að bjóða. Og mér finnst tilvalið og eiginlega besta leiðin til að upplifa eyju eins og Tenerife sem ég af stóru hún að þá held ég að svona lítill borgarbíll, svona Fiat 500 með blæju, þá held ég að hann sé klárlega málið. Ég hef ágætis reynslu á Fiat 500 þar sem að ég hef átt svona á Íslandi líka og þar sem að mér finnst magna við þennan bíl að þetta klárlega besti sumarbíllinn til að eiga og besti borgarbíllinn til að eiga út af því að hann lítill og nettur og þessi með blæju. En á Íslandi að þá þetta líka besti vetrarbíll sem hægt að eiga. Ég átti þennan bíl, ekki þennan bíl, ég átti svona bíl í 2 vetur, festi mig ekki einu sinni. Í staðinn fyrir að festa mig í sköflum hingað og þangað, þá fór maður bara yfir skaflana. Þannig að það raunin svolítið magnað að svona lítill borgarbíll plummi sig jafn vel á janúar vetri á Íslandi og hann gerir hérna á Tenerife í október. Í gær fór ég í góða ökuferð. Ég keyrði upp að eldfjallinu margfræga El Teide. Og til að komast upp að þessu eldfjalli að þá eru ekkert nema litlir hlykkjóttir vegir upp allar hlíðar Tenerife. Að keyra upp á El Teide og sjá þetta eldfjall, þetta eins og að keyra upp í Norðurárdalinn og sjá Grábrá. Það bara pínu stærra. En á þessu ferðalagi að þá upplifði ég eiginlega allt veður nema snjó. Við upplifðum 25 stigi hita og glampandi sól, við upplifðum þoku og við upplifðum líka rigningu og svo aftur glampandi sól. Og svo voru meira þess að merki á veginum þar sem að verða að benda á það að það geti komið snjókoma eða hálka. Að mörgu leyti Tenerife svolítið eins og Ísland. Fyrir utan að á Íslandi vantar pálmatré, 25 stigi hita, sól, strönd, sangríu. Þið viti hvað að fara. Til að komast upp að þessu eldfjalli að þá eru ekkert nema litlir hlykkjóttir vegir upp allar hlíðar Tenerife. Til að geta keyrt þessa vegi rétt og almennilega og skemmtilega og nota þeirra að þá held ég að sé mjög mikilvægt að gera það á svona litlum borgargæðing eins og þessi Fiat 500 Bíllinn klárlega ekki sá kraftmesti í bransanum. Á leiðinni upp að El Teide þá ég meira minna fastur í öðrum gír alla leiðina. Og því að hann einhver lítil 70 hestöfl og mér finnst það ekki alveg nóg. En á leiðinni niður aftur á móti að þá skiptir það engu máli. Þannig að þetta að velja og hafna. En það sem að þessum bíl vantar í hestöflum, það hefur hann í sjarma. Ég meina, það ekkert meira sjarmerandi en lítill hvítur Fiat 500 með blæju, með þessari hvítu innréttingu. Ég hef alltaf verið á því að maður ætlar að eiga einhvern svona lítinn smábíl að þá eigi maður að velja Fiat 500 frekar en einhvers konar Aygo eða eitthvað annað svona smá borgarbíladæmi. En einfaldlega vegna þess að Fiat 500 nettari. Hann löðrandi í sjarma, hann ekki svona, svona generic, hann ekki bara svona plain vanilla eins og allir aðrir smábílar eru. Heldur hefur hann karakter, hann flottur, hann nettur. Maður setur það í samhengi með það að það stutt á milli öxlana, að þá bíllinn rosalega ör og beygir skemmtilega og þess vegna hann alveg upplagður í svona litlum borgum í Evrópu eða á eyju sem að aukstaðar á Kanari. Svo takkið henni í mælaborðinu sem hægt að ýta á. Þá verður stýrið ennþá léttara. Í rauninni svo létt að manni líður eins og maður getur farið út og bara lyft bílnum sjálfur. Það er gaman að geta þess að það komin ný típa af Fiat 500. Núna getur fengið rafmagns Fiat 500. Við erum komin heim til Íslands en við erum samt ennþá á Fiat 500. Núna erum við reyndar á Fiat 500e sem 100% rafmagnsútgáfan af Fiat 500 bílnum sem við vorum á í Tenerife. Og þessi Fiat 500e eru eins og þessi Armani sólglerugu. Þetta skartgripur.
fallegu skartgripur. Þegar ég segi að þessi Fiat 500 sé eins og skartgripur, þá meina ég það á þann máta að þetta er fallegasti og besti litli smábíll sem hægt að vera á í borginni. Þó það sé nú aðeins meira pláss hérna enn í Tenerife, og þá er ég að tala á götunum í Reykjavík, að þá er ofboðslega þægilegt að vera á svona litlum, góðum, smá borgarbíl. Þessi ágæti Fiat 500 er með stóru batteríi eða 42 kW. Uppgefin drægni á þessum bíl er 305 km við bestu mögulegu aðstæður. Takið því eins og þið viljið. En þessir 300 km eru nákvæmlega það sem þú þarft í svona innanbæjar rafmagnsbíl. Og það sem að þessi Fiat 500 e-bíl hefur fram yfir bensínbróðurinn sem við vorum á í Tenerife er sá að þessi bíl eru 119 hestöfl í bíl sem er á stærð við þumalnöglina. Bensínbílinn sem við vorum á í Tenerife, hann var 72 og hann hafði varla nóg hestöfl til að bakka að sjálfsögðu. Fljótt að litið að þá er margt líkt með þessum bíl og bensínbílinn sem við vorum á í Tenerife. En það er samt margt sem er öðruvísi ef að betur er að gá. Þessi bíl er til dæmis kominn með smá facelift, það er búið að setja í hann smá botox. Hann kom með svona tatúeraðar augabrýr, svona eins og sumar konur fá sér. Hann er svona grimmilegur, hann er tíkalegur, fílan. Nasty lítill bíl. Það helsta sem búið að breytast er hérna innan í bílnum. Það er eins og mælaborðið og afþreyingakerfi, þetta er allt orðið svona snertiskjáir og fínt og þú veist fallegir og góðir litir og snerpan í skjánum er bara þokkaleg og fín. Svo er einn veigamikill þáttur sem er búið að betrumbæta á þessum bíl og það er handfangið utan. Á gamla bílum það átti það til með að brotna og maður þurfti að fara með að verkstæði og láta skipta um. Núna er þeir búin að koma fyrir handfangi svona undir í bodíinu þannig að það er ekki að fara að brotna af, þannig að þeir eru búin að koma í veg fyrir það. Vel gert Fiat. Svo erum við ekki með neina gírstöng hérna lengur, við erum bara með svona takka, við erum með P, R, N og D. Það þýðir að við erum búin að fá meira pláss hérna og það meira þess að komin auka glasaflöskuhaldari. Svo erum við með þráðlausan símahleðslustöð hérna og USB-tengi.